Kvöldsömmul. Þá er komið að þætti númer 2. Við erum hérna tveir kallar í þætti 2. Það er hátíðisþáttur af því að þetta er númer 2 og við erum tveir. Fyrsti hátíðisþátturinn af mörgum. Mér varst mjög gott grínið hérna á Instagram að við hefðum verið með vikulegan þátt Í viku. Og svo klikkaði það. Svo klikkaði það, sko. Þú kemur óvart hvað þú ert fyndin. Ég veit það nú ekki, sko. Já, það kemur mér óvart. Já. Ég vissi ekki hvað er svona fyndin. Nei. Og hérna Af því ég er aðalega svo leiðilegur, það er svona að segja. Nei, þú ert bara minni grínari svona en ég hafi fattað. Meiri, menna ég. Ég held sko, já, ég er kannski bara búin að vera ofri reyður, sko. Já. Ég er að reyna að vera minna reyður og hérna meira drull og meira léttur, sko. Ok, ég talandi um Instagram, þá er ágætt kannski að taka það strax fram. Beina fólki á Instagramið okkar, tveir kallar, við erum sérst með Instagram og setjum þar út alls konar klippur og stöf. Og handulið er @tveirkallar. Jú, og við erum líka með tveirkallar.is að sjálfsögðu eins og alveg kallar. Já. Þannig að fólk getur hort þar á þetta augnkonfekt og séð Hauk með eigin augum. Nei, er það samt? Eigin augum, segjum við það. Getur þú séð eitthvað í gegnum vídeo með eigin augum? Er þetta heimspeki podcast eða? Nei, þetta er svona málfræði. Já. Við getum séð það með eigin augum. Mér finnst það. Já, þá getur þið gert það. Með eigin augum. Já. Getur reynt að horfa á þetta með augum einhvers annars. Og það var eitthvað eitt annað sem ég ætlaði að nefna en ég er náttúrulega búin að gleyma því. Það var eitthvað svona veistu hvað ég ætlaði að segja líka. Það er rosalega mikilvægt fyrir okkur að því að tveir kallar verða náttúrulega að fá þá viðurkenningu sem að þeim ber. Já. Og þið, kæru hlustendur, geti hjálpa okkur við það að fá þessa viðurkenningu með því að láta vini vita en líka með því að subscribe, það er víst eitthvað, ég reyndar er rosa lítið meðvitaður hvað skiptir máli í þessum bransa en það held ég skiptir máli að fólk sé að subscribe og reyta. Já. Og meiris að þó að fólk sé að reyta okkur bara eina stjörnu, sko. Já. Það hjálpar algoritmanum að koma í umferð. Já. Ok. Og þá lúkum við miklu vinsællega en við erum. Ég ætla að gefa eitt út, sko. Já. Sko, fyrstu 200.000 subscriberannir fá alla þættina okkar fría. Já. Þú ætla bara að splæsa? Já. Vá, ok. Ég meina, ef þú borgar? Já. Ok. Fyrst 200.000 og ég líka fyrstu 200.000 followerarnir á Instagram. 200.000? Já, fá allt kontentið okkar frýtt. Ok, svo lokum við bara. Já. Og borgum inn. Já, restin þarf að borga. Ok. Þetta er bara fínt plan, sko. Já. Mjög fínt plan. Herðu, ég er að fara eftir að kaupa íbúð. Já. Ég reyndar ekki bara ég og Hulda, við erum að fara að skrifa undir kaupsamning á eftir. Ok. Og við semst vorum að selja íbúðun okkur daginn. Og þetta er smá dæmi, sko. Já. Því að við erum alveg að gera dálítið mikla breytingu. Við semst kaupum, við erum búin að búa í Hlíðunum núna í 5 ár. Og ákveðum að selja þá íbúð og færa okkur. Fyrsta plani var nú reyndar að hvað ég segja, losa út smá kass og en samt svona kíkja á tenni en samt sko aðeins að rýmka líka okkur, svona aðeins að breyta bara og við fundum geggja íbúð í Hlíðunum þar sem við vildum helst vera, gerum tilboð, fengum samþykkt með fyrirvarum ástandsskoðun. Já. Svo bara kemur það illa út. Þannig að það var slæmt ástand. Já, bara ekki nógu gott ástand. Okay. Þannig að við sko riftum þeim samningi og föttum leið að við vorum búin að selja okkar íbúð. Já, það var bindandi.
Já, við bara og mamma, byrju, eru þið búin að selja undan ykkur? Já. Og það var þá eiginlega sem ég fattaði bara, já, herri, fólk gerir þetta ekki. Já. Þú veist, fólk finnur íbúð og selur svo. Já, það er ekki hægt að vera hlemmi lengur. Það er bara komið matöll þar, sko. Þannig að við erum bara, föttuðum, bara, og þetta er bara ekkert grín, og þetta er bara í alvörinu svona. Já. Við föttuðum á föstudagskvöldi, byrju, við erum með lán sem er bara frekar fínt og við ætlum að færa það með okkur. Svo kallar veðflutningur. Að ef við erum ekki með fasteign, þá erum við ekki fara að færa neitt. Nei. Þá erum við bara rugglinu. Þannig að við bara, herðu, hérna svæðum börnin og það er eitthvað vesen, þannig að við bara hann á miðnætti, bókstaflega eftir miðnætti á föstudagskvöldi er ég og Hulda að setjast niður fyrir framan töluna, opnum fasteigna leitin eða eitthvað og bara, herðu, við verðum að finna fasteign. Við verðum að finna einhverja fasteign og þá bara verðum við þar sem er laus helst bara núna. Já. Já. Þetta var flott hjá ykkur. Þetta er enda fyrir nokkrum vikum, sko. Já. En já, hún þyrfti helst að vera laus mjög fljótlega. Allavega við þurftum þá að stækka svæða því að ef fólk veit eitthvað íbúðamarkaðin þá það er eiginlega bara hægt að fá litla risíbúðir eða kjallaríbúðir í hlíðunum núna eða risastór einbýlishús, 1 og 1 og við erum ekki þar, við erum annað mitt á milli. Þannig að við þurftum að stækka svæðið okkar, við þurftum að leita á önnur mið og við ákvaðum að bara fara alla leið upp í Árbæ. Það er að segja við vorum bara í 102, 5, 4 kannski, fórum alveg upp í 110 með svo 112 líka. Nei, það er kannski aðeins svo hátt. Já, fórum ekki í 113 samt. Nei. Grafrólt, ég ekki til það. Nei. Ok, og við fundum geggjaða íbúð bara, þú veist, þetta var bara einn fyrsta íbúðin sem við sáum og bara, herru, vá, hvað þessi lítur vel út og vorum ekkert að spá mikið í staðsetningunni, við bara fundum íbúð, sáum hana skoðum hana á netinu og bara, herru, þetta er bara mjög næs stór herbergi og bara einhvern veginn hefur allt sem við viljum og hérna, þessi íbúð er sérst í Bryggjukverfinu. Já. Það sem að þú átt einmitt heima. Jú, þú átt heima í Bryggjukverfinu. Ég er representing 110 við erum ekki grái, bæði við. Einmitt. Bryggjukverfi er ekki grái. Þó að liggi við grái. Nei. Allavega, og við bara, herðu, þetta er bara mjög næs og svo sumum við út og sjáum húsið að utan og við eitthvað svona býtu, djöfull kannast þið við þetta hús þetta býtu Haukur og Íris þau eru heima þarna í Bryggjukverfinu og hérna býtu nú með hvað er þau heima og hérna og við fórum að leita því og finnum hvar þið er heima. Já. Herðu, við erum bara að flytja í húsið ykkar. Þetta er bara no joke. Já. Þú átt heima á 4. hæð. Já. Við erum að fara að flytja á 1. hæðina ykkar. Þetta höfðu við ekki hugmynd fyrir en eftir á. Já. Þetta er sko nú var ég búin að frétta þetta sko en þetta er held ég að finnast það sem ég hef heyrt. Það eru sko þetta er fáránlegt. Það eru 140.000 hús í Reykjavík og þið þurftuð að flytja í mitt hús. Já. Ég er enda að fíla það. Já, ég er mjög spenntur sko. Mér finnst það mjög skemmtilegt. En þú veist, ég held svona, já, býtu hann á heima einhvers staðar, en þau eiga heima hann einhvers staðar. Þið hefur bara komið einu sinni sko, heim. Já, 2 sár kannski. 2 sár, ok. Það voru ekki alveg með þar hennu. Nei. Þetta er fáránlegt. Þetta er eiginlega alveg rosalegt sko. Þannig að nú verður bara podcaststudió í sameininni, bara hjá hjólunum. Já. Heldur að hérna fólki sé ekki alveg til í það? Jú. Fá bara stúdíó hana eitthvað starra gangana. Ég þarf reyndar að fara með smá hljóðvistarplötunum. Já, það er kannski hljóðvistin sem að geti verið aðalvesinni. Já. Þú gerir bara eitthvað sjálfur. Já. En þú átt nú hansi stórt hús, þitt hús er aðeins stærri mitt, eða íbúð. Íbúð, já. Það er spurning hvort að við bara plöntum okkur ekki bara. Ég er náttúrulega í penthásinu sko. Já. En það er no pláss fyrir þig þar með stúdíóið þitt. Herðu, hérna það var eitt sem ég ætlaði að gera þegar við vorum að koma inn og ég var búin að plana það. Já, og glemdur því. Og ég glemdi. Þú ert alltaf að glemja ykkur sko. Það er svo pirrandi sko. Það er nefnilega smá grín hérna. Ég ætlaði að koma inn, lækki músíkinni og svo ætlaði ég að gera sko þetta hérna. Já, verið velkomin í 2 kallar. Þú heyrir náttúrulega ekki neitt sko. Þú gafst mér ekki headphone? Nei, ég fann þau ekki.
Verið velkomin, já, hérna við erum með áhorfendur í dag og það við ákváðum bara að vera að streyma þessu í beinni fyrir framan fólk. Það alltaf hrikalegt setting við heyrnartól sko. Ja. En það var semst fólk. Já, ég skildi, ég náði samræminu sko. En hérna samhenginu. Já. Þetta var flott sér, þetta var gott grín. Já, takk. Kannski bara að þú manst eftir í næst, það var betra. Já, og líka bara gefa þér heyrnartól. Hérna, ég að spá, getur þú ekki sagt eitthvað menn ég leita þessum heyrnartólum? Ég get ekki sagt eitthvað, ég þoli ekki þegar þú segir mér að segja eitthvað. Það er einu skiptin sem ég get ekki sagt eitthvað, það er þegar fólk kemur svona, herru, segðu brandara, þá man ég aldrei brandara, sko. Herru, ég ætla að fara aðeins yfir þetta meðan Þorsteinn stendur hérna upp eins og einhver kall sem ekki búin að undirbúa sig. Ég ætla að fara að gera þetta. Sko í dag þá ætlum við að vera með liði eins og venjulega og þegar að Þorsteinn sest þá fyrsti liðurinn, hann heitir Eitthvað dagsins og Þorsteinn hann undirbúinn í dag og ég veit ekkert hvað hann að fara að tala og það gegnumgangandi þema í hérna 2 köllum að annar veit ekki neitt og hinn undirbúinn. Ég verð síðan með næsta lið. Ég veit reyndar ekki alveg, sko seinast fórum við á sjóinn. Ég veit ekki alveg hvað hann fara að gera í dag, en í einhverju aktiviteti þá ætla ég að fara á Trúnó og ég með undirbúinn Trúnó dagsins. Svo í lokin, þá tökum við hlustanda dagsins og þá afgreiðum við einhvers konar þraut, spurningu eða ræðum topic í nákvæmlega 5 mínútur og fáum ekki sekundu meira en við ætlum að leysa vandamálið á 5 mínútum. Þannig að þetta svona þemað í þættinum í dag og já, þáttum framvegis þangað til að kemur í ljós. Kannski breytum við eitthvað tímann. Herðu, þá ég komið með headphone. Já, hérna, ég fann þau í geymslunni. Þakkaði fyrir. Smá rika aðeins samt eftir framkvæmdir hérna daginn. Þú verður bara þú reynda mjög snirtilegu maður en þú verður að þola þetta. Ég sé hvergi hægri og vinstri, það skiptir ekki máli. Í alvörinni, af hverju hver munurinn á hægri og vinstra eyranu í þessu dæmi? Ég skil þetta ekki. Þau snúa í sikkur áttina. Það? Já. Ja, ok. Herri, nú ertu mættur, ég verði eiginlega að spila fyrir það aftur hérna. Já, af því þessi þáttur ekki fyrir hlustendur, heldur okkur. Ég klikka á villust. Svona, snakkur að þessu. Shit, maður. Herri, ok, hérna. Nei. Nú ertu komin í rename. Þetta fannst áhorfendum fyndið. Þau er alveg sprungum maður. Já, ekki til orð. Mjög gott. Herðu, Eitthvað dagsins. Eitthvað dagsins. Það þú. Já, herðu, hérna það er nú ekki mjög djúp pæling en, og ég ætla að segja þér og ég ætla líka að segja þeim sem að hlusta nú hef ég verið með podcast í smá tíma hlaðverp sem að sum hafa náð ágætum vinsældum og önnur ekki og ég hef aldrei upplifað aðra eins pressu og þetta litla verkefni með þér. Nú? Já. Ok. Þú ert, eins og hlustendur fengu að heyra hérna aðan, þú ert svo skipulaður og þú ert svo með hlutin á hreinu og með líður stundum eins og ég sé bara ég sé ekki sambúðin þér sko að gera þetta með þér. Ég skil þig. Og ég þurfti bara að tala við Huldu og bara fá aðstoð með þetta hvernig, þú veist, bara ég þarf að finna eitthvað dagsins og Haukur er svo skipulaður og hann er bara með þetta allt á hreinu og hvað ég að segja og hvað get ég gert og eitthvað svona, þetta var mjög íþyngjandi sko. Þetta er íþyngjandi að gleð með þeirra að vera svona skipulaður og vera svona planaður og ég er svona aðeins kaotískari típa virðist vera sérstaklega með þig og virðist vera mjög gleymin sérstaklega með þig en ég skrifaði þetta niður Eitthvað dagsins og mér langaði að tala getnaðarvarnir. Já. Ég pældi alls konar og Eitthvað dagsins getnaðarvarnir
þú veist, og kannski er fólk pælt í þessu en þetta er bara svo áhugavert og fáum kannski þitt teika á það, ég meina skoðum þetta eins, við erum með smokkin þekkir mann og svo erum við með ófrjósemis aðgerðir þetta tvennt er það eina sem er í boði fyrir einstaklinga með tippi smokkurinn og ófrjósemis aðgerð Ég var eitthvað sem að lesa einhverjar getnaðarvarnir fyrir kalla eða fólk með tippi Já, ertu að tala pilluna? Var það ekkert úr því eða? Kemur því að því okay. Sko, fyrir þetta fyrir leghafa eða konur þá erum við pilluna, það er hormónalyf, það er hormónatengt, við erum með hettuna sem er svona gúmmidiskur fyrir leghálsinn, við erum með hringinn sem er líka svona hormónatengt, við erum með eitthvað sem læknir getur sett upp sem er þá koparlykja, sem að gerir aðstæður í leginu svona fjandsamlegar fyrir frjókun, við erum síðan með hormónalykkjuna, svo erum við með stafinn sem að seitir hormónum sem er svona settur inn í húðinöxtar, og svo erum við náttúrulega líka, eru konur þær sko geta líka og sumar gera það sem að geta ekkert af þessu af því að bara hormónalyf er bara, þú veist, þetta getur fokkaður upp sko það er sko svona náttúrulegt getnaðarvarnarlyf sem er bara að mónitora þig bara geðveikt Þetta er það típist að konur fái svona mikið úrval og við fáum ekki neitt Einmitt, það væri hægt að taka þetta þannig og ég sé alveg sum að gera það bara þú veist, í alveg, það er ekkert í boði fyrir okkur já, og svo er náttúrulega neðapillan og mér fannst það bara flokkuðu hana sem getnaðarvörn samt já af því að ekki tekur neðapillana þegar Nei já, þetta er bara, minnst það svo áhugavert já, að þú spyrir mig pilluna og ég googlaði þetta líka og var hans að skoða þetta Kallapilluna? Já, kallapilluna Herðu, hún er búin að vera í þróun í 70 ár Ég er bara ógeðslega lengi Herðu, hún strandar á fjármagni Já, þú veist, og svo reyndar Þetta er svo mikið vesen að vera munast til að taka þetta hverjum degi Já, nei, ég meina, þetta er rosalegt ef maður bara aðeins pælir í þessu við erum með sko alveg heilu raðirnar af alls konar inngripum og hormónum og shiti fyrir konur eða leghafa svo erum við með smokkin fyrir okkur við erum með eitt, það er ekkert sem fokkar okkur upp og meira segja erum við eitthvað svona og ég er ekkert endur að tala okkur en bara svona kalla almennt er eitthvað svona ég hef ekki að sleppa smoknum þetta er svo óþægilegt þetta er alltaf vesen að koma svo á og svona og bara, þú veist, kynlífi verður ekki alveg nóg næs á meðan að konur eru bara eitthvað að þú veist, og við erum að tala fjölmörg dæmi þar sem að fólk er bara jafnvel að fá kopareitranir er að fá bara fokk upp tíðarhingnum sínum og bara raunverulegar svona heilsuspillandi afleiðingar af þessu og við erum eitthvað með þetta eina, smokkin og við erum eitthvað að gera vesen úr því hvað gúmmídrasl sem hefur engin áhrif á sko, hvað að segja hormónaskap Nei, bara ekkert sko og ég meina, þú veist, fólk sem hefur séð smokka þetta er sko þund gúmmí þetta er ekki að breyta öllu sko ég hef alveg prófað þetta þetta breytir ekkit öllu sko, þetta er ekki eins og að vera með lúffu Nei eins og sem við láta einmitt En hvað finnst þér þetta? Hvað finnst mér getnaðarvarnir? Nei, bara þessa pælingu þessa pælingu sko, já, þetta er náttúrulega það er kannski erfitt að segja hvort þetta sé tilviljun eða ekki Já, það finnst það erfitt séu 40 mismunandi og mismikið inngrípandi valkostir fyrir konur Já Nei, þú veist, það hlýtur að vera nokkuð augljóst að það er svolítið verið að varpa þessu á annan veginn, sko, ef við erum að tala tvö kyn Nei, sko, óháð því hvað við erum náttúrulega óþólandi já, ég skal bara tala sjálf mig þú veist, ég er mjög óþólandi og sé feðraveldið í hverju horni og eitthvað svona en bara svona, þú veist þetta er bara pæling, sko, fyrir fólk sem er eitthvað svona, já, ég veit nú ekki alveg með feðraveldið en þú veist
bara þetta er smá áhuga Leðilegt orðu líka sko Já, getur ekki breytt þessu orði Ég ætla að reyna að vanda mig og vera lítið að nota svona leðileg hugtök Já. Þú ert nefnilega búin að banna mér það ykkur Já, fólk nennir ekki að hlusta á þetta sko Nei, það hef ég orðið varðið það Það er búið að cancela mér Reyndar út á öðrum hlutum Þú ert, já hvað ég segja, topp 10 cancelaðasti maður landsins Ég ætla að segja topp 5 Aha, já Það verður erfitt fyrir þig að komast aftur á Troubadour gig Þú hefur ekki tróðið upp sem Troubadour í mörg ár Nei, veistu, ég gerði það síðast í áramöndapartí árið 2006 Hefur gert það alveg? Kallt á gítar? Nei Troubadour að kunna það yfirleitt ekki heldur Já, sumir kunna allan á meir en ég Þú veist, þá á þeim tíma þá fannst mér samt mjög gott að taka gítarinn og taka lagið Já Ég var sannlega blindfullur Já Sannlega ekki vinsæll í þessum partíum Þannig að þetta var nú aðalega bara fyrir mig sko Gert, svona eins og þessi þáttur Það er svona smá afþreying Ertu edrú núna í dag? Já, þú komst ekki fullur hingað? Nei, það má segja að ég sé nokkuð edrú í dag Já Heyrðu Ætlar þú að segja mér eitthvað núna eða má ég tala meira? Þú mátt segja mér meira Ég veit ekki hvort ég sé með eitthvað sko input sko ég pínu að hugsa sko hversu mikið get ég fara að segja úr mínu lífi án þess að vera búin að fá leyfi fyrir því skilurðu Já en já, við getum orðað þetta almennt að sko getnaðvarnir í mínu sambandi hafa í gegnum árin verið algjört vesen sko bara mikið vesen og það var í rauninni ekkert fyrr en að við ákvaðum að við ætluðum ekki að eiga fleiri börn að ég fór og lét eyðileggja karlmennsku mína að þetta hætti að vera vesen sko. Já, varst þú bara alltaf smokkur nei, alltaf ég bara sko þegar ég var ungur og vittlaus eða vittlausari við ættum að tala meira um það þá var ég alltaf þessi gaur sko. Nei Jú, bara, víst, hvað meinur Hæ? Já, þetta er svo þröngt og óþægilegt og erfitt að koma þess á Nei, Haukur, þú ert að grínast núna Ég er ekki grínast sko Ert þú með vesen út af smokk? Ég var með algjört vesen Ég er í sjokki, Haukur Já Þetta er nú svona eitt af mörgu sem ég skammast mín fyrir sko en ég var algjörlega þessi gaur sko áður en ég var komin í já bara, ég er tvígiftur sko áður en ég var komin í hjónaband og síðan seinna hjónaband og slöðis þá var ég bara þessi náungi sko Ég held að ég hafi ekki nota smokk oftar en 3 svar Ég er ekki grínast Já og það var og öll þau skipti voru fyrir rosalega löng tíma síðan og það var eitthvað svona vesen, þú veist Já, svona... þú veist, þetta er ekki alveg fyrir mig sko Nei, þú veist, Haukur, þú ert hálfviti þú varst Ég er það ennþá sko en ég var miklu meiri hálfviti og það er það sem ég ætla að tala betur um á eftir sko. Ok já, nei, bara ég sko heyri bara svo mikið af þessu bara í dag hjá til dæmis ungu fólki nú vinn ég í framhaldsskóla og þú veist og þetta er bara vesen þú veist að þú veist hvernig stelpur aðalega í kallkona samskiptunum hvernig þær eru sko gerðar ábyrgar fyrir getnaðvörnum líka smokknum já, þær þurfa að vera með smokkin ég meina, þú veist og líka bara að strákar eru sko að stelast til þess að taka hann af sér það reyndar það er viðbjöður sko Nei, ég meina, við erum alveg að tala þetta er ekki eitthvað svona einsdæmi Nei. Þetta er bara eitthvað svona þing að strákar reyna að komast undan því að nota smokkin og ég meina, við munum nú eftir ákveðnu dæmi
smokklaust dæminu já, þú veist, það var endar 2014-15 en þú veist, þetta þarna sko já, og þykir eitthvað, ég veit ekki, sexy eða eftir svona verðið eitthvað já. ég veit ekki sko en já, þetta var nú bara eitthvað sko Þetta var eitthvað og gott að sko eitthvaðið þitt já, gat snúist svona alveg hvað ég var mikill drulluhalli sko. Ég ánægði með það. já, bara það var ekkert Bara takk fyrir að koma sér á mig. já, bara þú gerði það alveg sjálfur þannig að verðið þér að því en þú ætlar þetta áfram með að vera fáviti Já, talandi um það. já, Eigum við að fara að brasa eitthvað eða? já, þú meinar Já. herðu, ég Ég get ekki bara að segja þetta hérna, við þurfum að fara að gera eitthvað á meðan. já, ég sko ég gerði eitt á meðan að þú varst á einhverju fundi Já, þá riggaði ég smá upp ok. og kallar geta náttúrulega ekki bara farið eitthvað og sagt eitthvað svona í einlægni þú veist, við verðum alltaf að gera eitthvað og hver er betri staður á eftir bát en sast ég hérna með mér hvað þau? Þetta þetta sánan? Já, Nei. ég hendi bara upp sánu Oh, en þú voru að fara úr náttúrulega Jöfull er ég til í þetta. eða ekki? Jú, og teki, Rosalega heitt hérna ég sé ekkert, sko, kemur svo mikið móð á sólglerun hérna inni. Já, ég ætla aðeins að gusa hérna meira á steinana Eru ekki að finna hittan? Það er svolítið heitt inni. Já, Fara úlpunni, östinu. já Herðu, ég svolítið óþægilegt að ég kom hérna með nokkuð bréf. Nú? Það eru svolítið aðeins farin að blotna hérna öllu rakanum, en Ég veist ekki að vera með eitthvað bréf með ég dró hérna upp nokkur gömul bréf. Nú? Já, Ok þetta eru afrit af tölvupóstum sem að ég sendi. Hvernig finnst þið samt að vera í gufunni bara, þú Þetta er veist geðvikt. Ógeðslega kósí. Já, Sko, manst þetta konu sem að heitir Hildur Liljendal? já Manst þetta henni? Hún var einu sinni einu feministi landsins, samkvæmt fjölmiðlum. Ekki send Þú veit að henda þess á steinan Þess að bæti hittan Já, þetta er gott. Aðeins meira Lækka aðeins í hittanum samt. ok Og ekki að setja meira Nei, þetta er bara gott, sko. Ok. Það höfum aðeins svona undir, bara samt Já, sem stemningu. Hérna, Jú, ekki senduru Ég sendi henni tölvupóst, sko. Shit Við erum komnir aftur til ársins 2011 og Haukur Bragason var alvöru kallremba og fíbl á þeim tíma. Ég er svo spenntur Þetta var ræðilegt, sko. Ég er búin að vera stressaður að segja frá þessu, sko, en þú veist, sko rifja þetta upp ára hvoru ég þekki Hildi Liljendal ekki neitt. Ekki ennþá í dag? Nei, bara, þú veist, ég hef hitt hana einu sinni Já, og ég tala við hana tvisvar, þú veist, ég þekki hana ekkert, þannig séð, sko. Jú, vorum eitthvað, þú veist, þegar að Twitter var skemmtilegu staður, þá vorum við svolítið, oft að spjalla bara þar, sko, í opinberum samskiptum, en sko, forsagan er svo að hún skrifar grein á fjölmiðla og hún skrifar grein sko orðanótkun fjölmiðla á hvað hún er mismunandi eftir tegund brota eða meintra brota og hún er sem sagt að skrifa eitthvað á þá leið, ég reyndar man ekki nákvæmlega greinina, sko, en hún var að bera saman hann eitthvað nokkar greinar minnum mig og ein greinin var þjófnað, einhverju gæjar stoppaðir á bíl og það var ekki talað um meintan þjófnað en svo verið að tala um, sko, önnur grein, hvort það var ekki sami blaðamaður, ég held að það verið pointið allavega sami miðl að tala um kynferðisbrot, sko, og það var alltaf meint og meintugerandi og í meintum og alltaf rosalega meint en það var aldrei neitt meintur þjófnaður og ég, verandi hálfviti skrifa á Facebook síðan mína um þetta
og hérna byrti það bara opinberlega sko að þessi kona, hún verður náttúrulega gjörsamlega í ruglinu af því að það kæmi fram ef maður skoða aðrar fréttir hérna þetta bílaránsmál hana, eða ránsfengi í bílnum að þeir hefur viðurkennt brotið á staðnum og þú veist að það hefur verið haldlagt þýfi á staðnum þannig að þetta var augljóst, það var pointið mitt og mér fannst einhvern veginn ekki nóg að skrifa hana status á Facebook ég þurfti sko líka að reka þetta onni hana og ég sendi henni, ég fann tölvupóstfangið hennar og ég sendi henni tölvupóst og ég er með tölvupóstin hér og ég var að pæla, þú veist á ég að lesa hann með svona grínrödd eins og eitt kollegi okkur Nei, alls ekki, lest hann bara í einlægni Ég get vart orðabundist vegna greinar þinnar Já, hann er svona ég ætla að lesa ákveðum brot ég get vart orðabundist vegna greinar þinnar sekir að hafa nauðgað, spurningamarki og skrifaði hana sjálfur á minni enga síðu því ég hef, nú kemur fyrsta ógeðslega toxic skot af mörgum því ég hef eins og þú gaman að því að skrifa og fjalla samfélagsmál birti því hér með skrifin því mér finnst réttlætanlegt að opinberar pennar fái gagnrýni og vitneskju hvað þeir gera rangt svo kemur statusinn minn sem að er basically pointið sem ég sagði ykkur frá áðan og svo segi ég mæli með að þú kynnið þér svo hugtök eins og fjölmiðla siðfræði og þau lög sem fjölmiðlum ber að fara eftir og gerðu réttilega í þessu tilfelli síðast en ekki síst klísjuna saklaus sekt sönnuð og svo að því að náttúrulega svo manneskilegur og flottur strákur þá enda ég bréfið á þessu mér finnast nauðganir jafn ógeðslegur viðbjóður og þér umræðu ríkjandi linkind gegn nauðgurum þörf en þessi grein þín fellur hins vegar sjálfa sig áður en nokkuð tíma nær að koma að því Þetta sendi yngri útgáfana mér bara á Hildi Lillendal af því að hún er náttúrulega bara einhver ógeðslegur feministi og hún þurfti bara að fá að heyra það að hún hefði rátt fyrir sér frá ungum manni Hvernig líður? Ég er með svona aularhóll og mér líður pínu svona eins og ég þurfa að komast úr þessari gufu bara vil ég vera hérna Ég sitt eftir hérna gufu Nei, vá Tári minn sjást ekki í gufuna Þetta er Haukur Þetta er rosalegt Þetta er rosalegt Herðu, til þess að gera þetta verra Nei Ætlar að fara aftur í þetta Sko, þetta er sent 12. apríl 13. apríl Nei, 2011 okay. Hvað er það? 14 ár síðan? Já 14 ár síðan, já Hún svarar Nei Máttu segja hvað hún segir? Nei Ég veit ekki, ég ætla ekki að gera það með mesta pínu off en hún svarar sko að mínu mati á málefnalegri hátt en hún hefði átt að gera hún lætur mig mjög kurteislega að vita af því að ég sé hálfviti og það sé ekki hægt að tala við mig það er svolítið svona inntaki í hennar bréfi og það er líka alveg rétt hjá henni á þessum stað í lífinu þá var, þú varst ekkert eitthvað að fara að ræða við mig og fá einhverja öðruvísi niðurstöðu ég svara náttúrulega sjálfsögðu tilbaka og ég viðurkenni reyndar svolítið í því bréfi að ég sé eigi það til að vera hrókafullur og og eitthvað svona, ég skal gera mitt besta til að skrúa niður í hrókanum en lofa alls engri fullkomnun, afsakaðu þetta og þá vil ég reyna að fá sko frekari samræður við hana og ég fer að tala um eitthvað stjórnarskránbundna reglu að fólk sé saklaust að þetta sekti sönnuð bla 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 bla, hversuna skrifar þá algjörlega gegn því umræddri grein þar viltu ekki að þeir grunuðu sem ég sagði grunaðir heldur berðu saman við þjófnað þar sem skrifað þá grunuðu sem seka og og þetta er eiginlega bara alveg gali og svo fyrir ég að búa til eitthvað svona scenario að þú veist ef að A er að nauðga B þegar að fréttamaður C gengur inn og sér greinilega hvað í gangi þá getur C
skrifað á þessum nótum kynferðisbrot en ekki annars þannig að ég er einhvern veginn algjörlega mér finnst þetta svo skrítið að lesa þetta í dag út af því að ég sé bara fólkið sem að ég og ég ætla að segja var af því að ég lofaði því senast þetta ég var hættur þessu en ég sé bara fólkið sem ég er alltaf að nöldra í það var alltaf að nöldra í á netinu og þeir, þú veist og það er eiginlega tvennt í þessu sko sem að mér finnst svona áhugavert take bara persónulega og það er sko annars vegar er það eiginlega pínu von af því að ég gat allavega orðið aðeins minnir fíbl sko en samt er ég að skrifa svona þú veist það er bara úr þessu bréfi sem ég las það er svo margir frasar sem að við könnumst rosalega vel við frá hinni hliðinni ef við ætlum að hafa þetta einhverja hliðar og stríðendalaust sem ég er að vona að geta breyst með tímanum að sko það er svona smá von en það er líka bara skömm þú veist, var þetta í alvörunni ég, þú veist, var ég bara alveg þarna og það virðist vera nokkuð ljóst að ég var bara alveg þarna sko. Þannig að ég heiti Haukur Bragason og ég er kallremba í betrun vonandi Já, sko kannski fer ég og fæ svona mikinn aularhroll og vill einhvern veginn fara vegna þess að þú veist, ég á ekki svona reynslu en þú veist, ég á alveg svona svipað Ég ætla að bæta einu við ég var að fletta í gennum þetta hún svaraði aldrei þessu senda bréf sko. 2 vikum setna þá sendi ég aftur post herru, ég hveti eindrið til að svara bréfinu mínu í staðis að vera að skrifa mig og nafngreina mig á Facebook síðan shit sko þessi maður er alvöru hálfviti það er bara nokkuð ljóst Þorsteinn er, ég veit ekki hvort þið séu að horfa eða bara hlusta en Þorsteinn er að hann er að tárast já, ég er eiginlega farin að gráta sko. þetta er svo vondhaukur oh my god en ég veit ekki sko ok þetta er náttúrulega vond út af því að þetta er svo dæmigert allir klisjarnir entitlementið orðin þú veist, þú ert kláruður, greindur og kritískur en þú ferð bara afskaplega illa með það og það vantar svo mikið það vantar svo mikla dýft svona sérstaklega út frá þekkingu á réttarkerfinu og svona hjá þessum gaur sko. og ég talaði við hann þetta einmitt opinberlega bara á Twitter miklu setna sko. Okay. fyrir einhverjum x árum, ég veit ekki 7-8 ára og hún mundi eftir þessu hún mundi eftir þessu og þetta er gaman að heyra í henni einmitt var hann til þetta? Ef að hringi í hana? Núna? Eða okkur ekki? Ha? Viltu hringi í hana núna? Tekum bara hvort þú svari, hvort þú muni eftir þessu Nei, veistu það, nú ætla ég að stoppa þig ég er alveg til að hringi Hildi en við þurfum þá að undirbúa hana við þurfum að gefa henni fyrirvara sko, ég hef lært það sko að því ég er alltaf að reyna að vera minni hálfviti sko. ég sendi henni skilaboð í senstu viku og ég spurði hvort að henni finnst verið lægi að ég myndi tala þetta og þannig að hún er meðvituð sko. Ok, en ég ætla samt að segja rétt og þú ætlar að segja nei? Ég ætla að segja nei núna en ég er alveg til að hringja hana við getum bara tekið follow-up ástæðan fyrir því er svo að við sem kallar við getum gert alls konar spontant shit og við erum líka 2 kallar já, við erum það en við hins vegar getum ekki dregið konur eða jaðsetta einstaklinga inn í það vegna þess að það er hættulegra fyrir þær heldur en okkur ok og Sóli Tómasdóttir kendi mig þetta þegar ég var með podcast með henni og þar sem að hún má ekki þú veist það er miklu dýrkeftara og alvarlegra í rauninni fyrir hana verandi kona og verandi sérfræðingur að mögulega segja eitthvað vitlaust sem að væri hægt að hanga hana á og þá er ég að hugsa að við gætum hringt í Hildi og hún er algjörlega óundirbúin og svo segir hún eitthvað og þá gæti það orðið mögulega einhver frétt
og það gæti triggerað hana, þú skilur, þá er bara tökir á hennar í ruglunum 2 vikur eða eitthvað þannig að ég er til í þetta en við þurfum að heyri henni fyrst ok hún samt hún veit af þessari umfjöllun en hún veit kannski ekki að við ætlum að ringja hana jú, hún bauð upp á að við vildum sko segðu mig satt, já. bauð hún upp á að við myndum ringja fyrra bræði, bara ef ekkert mál að fara gennum þetta, ef þið viljið þá getið þið hringt í mig og fengið hot take þú ert ekki að bulla nei, ég var ekkert að bulla hún það er allt ég myndi ekkert stinga upp á að fara að ringi í hana ef hún var bara köld já, Haukur, ha? þú ættir að segja þetta strax hvað sagði þú upp að með undirbúna mannin? sko, ég vissi ekki að þú væri svona undirbúin herru, ég skal bara aðtöku hvort hún svari ok ekki minn það er ég ekki örugglega tengdur svo svara hún ekki herru, hún svaraði en ég skellt á hana því að að ég var ekki tengdur geggjaður ha anskotin sjálfur maður það er við óskum hérna eftir hljóðmanni sem er undirbúinn Haukur, þú nefndir þetta en þú sagði mér ekki að þú ætlar í alveg að ringja ég spurði þig hvort við værum tæknilega undirbúnir fyrir mögulegt spontant já, ég reyndar hélt það sorry, ég tekið á mig og tekur það ekki anskotin sjálfur maður svo kannski herru, hérna ég bara get ekki YouTube á okkur Bluetooth á okkur inn sett hana bara á spíkar og heyrist bara illa í henni nei, það er svo leiðilegt sko ha, á ég prófa þetta aftur já. anskotin, akkur get ég ekki hvað þetta er leiðilegt við erum að klippa þetta út, við getum ekki látið fólk vera að hlusta í 5 mínútur á tæknimann í vanda það ringir eitthvað já. Hæ heyrðu, ég er hérna með Hauk Bragason hjá mér Hauk Bragason? já, þú veist hver það er það ekki jú hæ sko, hann sagði að hann væri búinn að segja að við mættum hringja í þig við semst erum á upptöku og í stúdíói að tala hvað hann var mikill ógeðslugur hálfviti og það tengist víst þér já, einmitt og ég var svona fyrst eitthvað, nei við getum ekki verið að ringja hann, hún er ísköld og hún veit ekki af þessu og það er svo hættulegt fyrir konur að vera settar í þessa stöðu og eitthvað, þannig að ég ætla að banna honum að gera þetta, svo bara ringi í þig hérna, hefurðu 2 mínútur eða? já ok, hérna Haukur, þetta er mikið að passa þig já, bara gjör svo vel Haukur við erum bara 2 kallar hæ Hildur hæ Haukur herru, fekkst þú einhvern tímann tölvupóst frá manni sem heitir Haukur Bragason já, það gerðist einu sinni mannstu eftir þessu? já þetta var árið 2011 já, ég man eftir því getum við fengið ég ætla opinberlega að segja fyrirgefðu en getum við fengið þína hlið á stuttum tíma sko það er kannski býtu, ég þarf að heila koma fyrir hérna í símaklefa mín hlið er nú bara eiginlega einfaldlega svo að þetta var mögulega einhver mest pirrandi tölvupóstur sem ég fengi ég skila svo vel sko. þú veist svona, já, líka bara þráðurinn sko, því ég svaraði þér já. og tímabili einhvern veginn fannst mér eins og mér bæri einhver skylda til að svara öllum nöldurunum sko. Fékkstu mikið af þessu? Já, þetta gerðist þetta oft en það var eiginlega ekkert inspirandi á þetta. Shit. Ok. Af hverju var það? Það var samlega óþolandi. Ertu búin að lesa þetta? Hann las brot af þessu sko. Ég las brot sko, bara minni hlið og hérna já, þetta er ég bara botni ekki í þessu sko. Þetta er ótrúlegt sko, þetta er ógeðslegt sko. Þetta var alltaf eins og ég man þetta, þú fannst mér þú alveg agalega vitlaus. Já. Þú hafði rangt fyrir þér í öllum aðalatriðum og svo varstu svo gríðarlega hrókafullu og húnskýrandur. Já, sorry ég sé að hlæja en þetta er svo rétt að þessu.
Þorsteinn í mólum eftir að ég lasi þetta upp hérna fyrir hann og hann einhverju svona hann að reyna að vera einhvern veginn andlega fjárverandi. Já, ég að reyna bara að fara úr þessum aðstæðum, bara, þú veist, í alvörinni, en það náttúrulega líka því ég tengi, menna, þú veist, við höfum átt okkar moment þar sem að þú eitthvað reynd að svona sitja hérna aðeins að leiðrétta mig og ég eitthvað svona, hvað meinaru og þú veist, þannig að ég kannski líka bara skammast mér sjálfur, sko. Já, einmitt. Við lifum og lærum. Já. En hérna... Hvað gerður mikið af þessu, Haukur? Hvað segirðu? Gerður mikið af þessu? Nei, ég nefnilega sko... Það er svona konur sem hefur rangt fyrir sér á internetinu. Ég var klálega að hérna, leiðrétta konur sem voru að segja rangt frá, en sko, ég man ekki eftir að ég hafi sendt tölvupóst og ekki bara það, heldur rekið á eftir svörum frá neinni annari. Og ég bara, herði, ég var að fara í gegnum þetta, það kemur ekkert svar frá einhverju brefi. 2 vikum seinna þá sendi ég tölvupóst bara, herðu Hildur, ætlar þú ekkert að fara að svara mér hérna? Þetta er bara þetta er rosalegt. En ég sko jú, ég var mikið að læra til fólk sem er rangt fyrir sér, þangað til ég fór síðan að sjá að þau höfðu kannski ekki rosalega rangt fyrir sér. Þá fór ég að fara að læra þetta fólki hinum einn frá, sko, sínum alltaf bara hvað ég er mikill hræstnari og hérna pungur, sko. En, þú veist alltaf að réttu með yfir línuna að leiða þetta núna. Já, ekki samkvæmt hinum. Nei. En hérna, hvað svona þú veist, þetta er kannski sá tími þar sem að þú ert svolítið af fjölmiðlum sko frontuð sem bara frú feministi, bara svo eina sinna tegundar. Hversu mikið var eitthvað svona, bara einhverju kallar út í bæ að vera bara með einhver ofbeldisfull leiðindi við þig? Var þetta mikið eða? Já, okay. Þetta gerist töluvert. Já. En ekki kannski í svona ekki mikið í svona prívatsamskiptum. Nei, ok. Það var meira blokkfærslur og spjallfræðir. Já, svona þig frekar en beint á þig. Já, stundum við mig, sko. Ok. En hvernig... Þetta var opinbert, sko. Mikið meira heldur í tölvupósti, sko. Já. Hefur einhver aðrir beðist afsökunar eða, veist, heldur að flestir séu kannski bara ennþá í sama pakka eða hefur einhverja tilfinningu fyrir því? Ég man ekki eftir mönnum frá þessum tíma sem að hafa tekið aðra eins uppeyju og þú, sko. Ok. Flott strákur. Já. Ég er forvitin, hérna, þið viljum nú ekki halda þér lengi, hérna, sko, þú hefur talað um það að bara þetta tímabil og náttúrulega reyndi eðlilega viðbjóðslega á þig, en hvernig hefur það í dag? Ég hafa það bara fínt, held ég. Já. Það er náttúrulega svolítið sorglegt að sko hvað þetta í rauninni skilaði miklum árangri, þetta viðstöðulausa sturlaða áreiti, sérstaklega kannski í gegnum fjölmiðla. Hvernig það sko er svo sorglegt að það virkaði, það þakkaði niður í mér. Já. Þú veist, ég legg þetta ekkert á mig lengur. Einmitt. Það er bara geðheilsunni vegna ekki skynsamlegt, sko. Einmitt. Hvernig finnst þér staðan almennt vera í dag versus bara á þessum tíma, 2011, 14 ára síðan? Vitundavakningin sem kom í kjölfar þessa tíma var auðvitað alveg frábær, mjög stór og mikilvæg, en bakslæðið sem við erum í núna er bara fyllilegt. Ég er alveg ofboðslega miklu áhyggjur af ástandinu. Hvernig sko réttur til þungunar og svo réttindi transfólks eru bara í gríðlega hægt út allan heim, sko. Já, einmitt. Já, ég hleypa henni aftur í vinnuna. Já, herðu, en... Hérna, takk æðislega fyrir að taka á móti spontant kallasímtali.
Sömuleiðis, það var bara gaman að heyra í ykkur. Bara sömuleiðis. Það var að leita að Haukur Bragason í gemelinu mína. Nei, Jú, ekki gera það. gerðu það. Endilega. Þetta verra en þið minnir. Ég lofa þér því. Herði, við heyrumst, Hildur. Takk kærlega. Bye. Herðu, Ég náði þessi gegn að fá þetta að syngja. Já, ok, þú náttúrulega breyttir hérna algjörlega stöðunni hérna. Ég var að reyna að gefa þér hint, sko, það tókst ekki. Kallar skilja ekki hint og kunni ekki að gefa hint. Það er bara að segja þeim nákvæmlega hvernig staðan er og hvað á að gera og hvernig er að gera. Nei, menn að ef þú hefði sagt Við mér lærðum bara fyrir þáttinn, herðu. Þá er ég búin að eyðileggja, þú ætti að vera kaldur, sko. Þú ætti ekki að vita neitt. Já, ok, en ef að ég á að vera með tæknimálin þá kannski lykilatriði að þú segir mér ég ætla að ringja, er ekki síminn örugglega tengdur? Það er reyndar helviti góð pæling. Já, góð pæling, en þetta reddaðist. Þetta reddaðist, við reddum þessu. En ég var að hugsa á meðan hún var að tala, ég skil ekki hvernig hún heyrði í þér. Ekki ég heldur. Af því að ekki fara að tala um tæknimál í podcastinu, sko. Af því að hún er ekki tengd á línuna. Já, ok, herðu, hérna. Ég held fyrst að hún myndi ekki heyri mér, sko. Nei, en hún hefur Þetta virkaði einhvern veginn. Við verðum að fara, sko, veistu að ég er gegnum headphone-in þín. Já, þú meinar, það getur verið. Þetta er rosalega lélegt útvarpið núna. En talandum að vera viltu dvelja meira hér eða á ég að halda áfram? Nei, veistu það, getum við farið bara í hérna eitthvað aðeins léttara. Ég mér líður illa líkamlega. Mér er búin að líða illa nokkur ári yfir þessum skrifum. Já, og ég er sveittur. Mér er bara gott á þig að þið líði illa núna og ég vona bara að hlustendum líði bara ámynd svolítið illa yfir þessu. Já, en veistu, ég held að þetta sé gott. Ég held að það sé gott að varpa ljósi á svona. Já. Og við eigum, kæru hlustendur, við eigum nóg af þessu í bakpokanum. Já, það er bara svolítið málið. Og núna, eins og við erum að tala um hana í þætti 0, sko. Veist, við erum að kynnast, sko. Já. Þetta vissið þú ekki. Nei, og ég er með eina spurningu. Já. Heldur þú hvernig var þetta? Grunaði þig að ég hefði verið svona mikill hálfviti? Nei, ekki svona rosalega erfiður fáviti, sko. Það var það sem ég held, sko. En miðað við hvað þú hefur sagt mér þá vissi ég að þú hefði verið helviti vond típa, sko. Já. En sko ég er með svo miklu meira í næstu þáttum af einhverju svona rugli, sko. En þú varst, ég meina hún sagði líka bara þetta var bara vesta sem hún hefur lent í. Það reyndar kom mér svolítið óvart, sko. Ég held reyndar hún hafi ekki óttast lífsitt gagnvart þér. Nei. Sem hún gerði alveg. Sem hún gerði út af öðrum og mörg hérna í kringum okkur þekkja, sko, á eigin skinni. Já. En saga ef að segja jafnréttisbaráttu og kvennabaráttu, hún er náttúrulega lituð af þessu að konur sem er að hafa áhrif og er að stugga við og ýta við, þeim er cancelað og þær verða fyrir, sko, óbilandi viðbjóði og ég held að sé líka bara ágætt fyrir þau sem að kannski er ekkert endilega að hlusta á mig á öðrum miðlum en hlusta á tvo kalla átta sig á því að þú veist, bara sagan okkar, bara Ísland sagan okkar, hún er lituð af því líku ábyrgð gagnvart konum. Já. Og sérstaklega konum eins og Hildi Lindal og Ingibjörgu Sólrúnu, Jóhann Sigurðar, þú veist, konum á stríðsárunum, þú veist, við getum bara talið endalaust upp, drekkingarhylurinn, þú veist, bara hversu langt þau að fara. Já, ég meina barátta gegn ofbeldi mætir ofbeldi, það er svolítið rauði þráðurinn, sko. Og ég held að hljóti að vera gott að menn séu til í axla ábyrgð á því eins og þú gerir hér. Ég veit ekki hversu mikið ég get axla ábyrgð, þú veist, gert er gert og sagt er sagt. Ég menn þú gengst við þessu. Ég gengst við þessu og ég sé alveg fáranlega eftir þessu. Ég skil ekki, þú veist, ég veit alveg ég var algjör, sko. Sem við höfum eftir að tala betur um seinna, en bara, þú veist, þegar ég fór að rífa þetta upp og þú veist, að því ég bara er búin að vera með Gmail þetta lengi, ég gætt fundið þetta og ég gætt lesið þetta og ég var bara í sjokki þegar ég gerði það fyrir svona, ég veit ekki, ég held að það sé svona 7 ár síðan og þá er þetta bara 8 ára nei nú misti ég 7 ár cirka sem munar, sko. Það er rosalega viðsnúningur. Þú ert búin að setja tíman. Alright. Viltu taka hlustandan eða? Ekki að þú ert búin að setja tíman. Ég er enda rugglaðist en Þú rugglaðist? Þetta er enda gott lag hjá hann Petri, við getum alveg left því að
Þetta er enda bara tekið. Ó, það er kannski ekki rosalega gott lag. Þannig séð. Ekki? Mér finnst það. Það er ógeðslega stressandi. Herru, tökum, jú, við eigum 5 mínútur inni. Sko, hlustandi dagsins, ég er hérna að því við erum bara að gera þetta svona last minute og við erum kallar og eitthvað svona, ég er bara handskrifaði miða og ég krumpaði þá svona saman og ég er hérna með nokkra miða frá hlustundum og ég ætla bara að gera hérna svona og þú dregur einn og... Með lokuðu augun. Já. Og hérna fólk getur hort á þetta tveirkallar.is, þetta ótrúlega sjónvarp sem er eiga sér stað. Já. Þú getur örugglega ekki lesið skriftinu minni. Nei, þetta er skrift sem að, ég veit ekki hvort þið sjáið, þeir sem eru að horfa að. Þetta er eins og úr bara handrita sögunni, sko. Þetta er bara hérna, eins og þetta sé skrifað svona skinn, svona, hvað heitir það? Svona fordskrift. Já, bara á kálvaskinn. Já. Kálskinn, já. Þú skilur alltaf sjálfur hvað skrifaði. Jú. Þú veist, þetta er bara eitthvað. Já, heyrðu, getur þú lesið hvað stendur hérna neðst, eða? Er næsta orðið, hérna? Já, hver sendir þetta inn? Já. Þetta er... Þú kannski tekur bara við boltan þar. Ég ætla að lesa. Já. Við fengum sérst áskorun. Já. Á 5 mínútum eigið þið að gera skothelt plan það hvernig þið ætlið að setja upp barnaloppubás og hafa hann virkan í 1 viku. Hvað þarf að gera? Hver gerir hvað? Og svo framvegis. Já, þetta er... Hver skrifur þetta? Þetta er... á ekki að segja hver þetta er, eða? Jú, þú ræði því, sko. Já, þetta er kona. Já. Hún hefur þó nokkar reynslu af þessu. Já. Þú ætlar að setja 5 mínútur á stað. Leður búin að segja hver þetta er að byrja tíma. Já, þetta er kona sem á nokkuð börn og hefur ansi oft verið með svona loppubás. Hefur séð þetta á okkar heimili. Já. Á ykkar heimili, já. En við skulum ekki láta nafn hennar getið. Nei, hún hefur ungverskar rætur. Já. Og eftirnafn. Já. Og núna er pínu vandræðilegt að það er eins og að séu bara 2 konur að hlusta á okkur, þannig að við byggjum kannski aðra hlustundur bara að láta í sér heyra, en við vorum með fleiri en þetta, já, það reyndar er þannig að við höfum fengið fleiri, en við, eins og ég sagði við þurfum náttúrulega líka að gera þetta formulega á internetinu. Já, við erum að hafa eitthvað svona insendi, en ég er samt sko, kannski sagði þér ekki frá því, en ég er búin að fá sko alveg bunka frá 2 öðrum sko. Þannig að við þurfum bara að fá fleiri. Já, við þurfum fleiri. Tíminn er byrjað núna. Já. Barnalöfubás, shit, sko ég hef aldrei gert það. Ok, ég nefnilega fylgst með Huldu gera þetta. Þannig ég veit það. Þannig varstu með svona verkstjórn. Hæ? Varstu með verkstjórn eða varstu bara svona á kantinum bara að horfa á? Nei, ég bara sá hvað hann var að gera. Ok, ég ætla að giska á hvað það var að gera. Nei, býta þess. Ok. Við erum að byrja alveg á grunninum. Já, við erum svona eða tíma sko. Nei, þú verður bara að byrja alveg á grunninum. Byrjaðu. Förum bara með þetta í sorpu. Ok, býta aðeins. Bara við nefnum ekki að vera að selja þetta fyrir eitthvað klink. Nei, býta aðeins. Tekur þið ekki? Klink? Hvað kallar þú klink? Bara eitthvað 1000 kall fyrir kuldastível, skiljur. Ég meina við erum að tala um að þú getur verið að kassin 200 skall. Nei. Jú. Ok, þá þurfum við að gera þetta. Já. Herru, býtu, þú átt barn. Já. Tvö. Já, þú átt barn. Og þú bara áttar þig á því. Herru, við erum ekki að nota þessi föt. Þau eru annarkvort og lítil. Já. Eða eitthvað. Það er barnið og stúrt. Ok, byrjum þar. Já. Þú ákveður að fara loppuna. Byrjaðu. Sko. Það þarf að taka myndir á öllu. Er þetta ekki á netinu? Líka? Já, segð þú mér bara. Ég veit það ekki. Þetta er ekki á netinu. Ég ætla að segja að þetta er ekki á netinu. Við þurfum ekki að taka myndir. Við þurfum að fara ekki um allt. Við þurfum að skipta þessu í 2 bunka. Þú tekur annar bunkan, ég tek hinn bunkan. Okay. Við tekkum, er eitthvað sem er rifið, slitið, ónýtt, er ekki hægt að bjóða upp á. Hvað meira? Við þurfum einhvern veginn að finna verð á þetta drast. Þurfum við þá að leita af hvað þetta kostar nýtt og svo tökum við 40% af því eitthvað, ég veit það ekki. Við þurfum að sækja ég veit að það er ógeðslega mikið að gera, það er örugglega bara, maður þarf að sækja bara og kemst ekki að nærriði strax í barnalöpunni. Ég fór einu sinni í barnalöpuna og hann var að eða tíma í sögu. Ekki gera það. Ég ætla ekki að gera það. Þetta er góð saga samt, tökum við að sinna. En býta þess, þú ætla bara nú ætlum við að fara í barnalöfuna og þú ætla bara, ég og þú við ætlum að fá bás. Já, við erum hérna með X
mikið af, við þurfum 27 kíló á bandafötum Já, en býta við aðeins þurfum að hafa hann virkan í einu viku og við þurfum að fá að mæta og við þurfum að verðmerkja og við þurfum að passa allt í góðu Já, og svo bara mætum við að svæðin, kallandir og seljum þetta á einu degi nú hef ég hort á Huldu gera þetta Já. og ég ætla bara að játa það að sko, þetta myndi ekki vera gert svona Nei, ég hef séð Huldu, hún gerir þetta ekki svona nei, hún er ekki bara allt í einu, já, nú ætlum við að hafa barnalopubás og við ætlum að taka til öll fötin hún er búin að vera að preppa þetta í marga mánuði já, setja þetta í kassa eftir stærðum og aldrei já, og setja þetta til hliðar halda utan um þetta, svo er ákveðið milliskref af því að þú ert kannski með þetta í kassanir í geymslu, þú veist, barnalopukassan en svo er bara, þú áttar þig bara núna, herðu, þessa buxur nummer 86 þú veist, hún nota 96 núna, 98 þannig að þá þarftu að í bara þú veist, barnið er bara öskrandi Þú núna þarft að koma því niður í kassan í geymslunni já, og þú ert ekki eitthvað að fara að gera það núna Nei, þannig að þú setur þetta í póka já, inn í kompu já og svo þarfst að muna að fara með það líka já, niður í kassa Já. þannig að við erum ekki svo komnir í það að fara að setja upp básinn Nei, við þurfum að sækja það samt já, það er enda rétt, ég hef séð það okay. og þú tekur frá tíma Já. herðu, þetta er á netinu Er þetta á netinu? þú þarfst að taka mynd að hverji einustu flík og verðmerkjana ekki bara inn á Facebook-grúpuna eða á netinu eða heimasíðinu, ég reynda veit ekki nákvæmlega sko, ég er ekki að þykist þetta meira en ég veit en þú þarfst að verðmerkja hverja og lýsa vörunni Þarftu líka að vera bara, þú veist, þurfum við að kaupa verðmiða? nei, Eða, þú færð þá Já, við fáum þá já, okay. og þú verðmerkir líka fysiskt, hverja einustu Já, flík þú ætti að skrifa hérna, 1500 kall nei, það er bara miði strikamerki, svo bara er hún skönnuð inn og þá færðu kassið eitt, skilur þetta er rosa tæknilegt og þetta er svo mikið mentalót, þetta er svo biluð vinna á bakvið þetta að ég bara í alvörinni Svo þarftu örugglega sko og það eru bara konur að gera þetta Þurfum við ekki að fara öðru hvoru og tekka ástandið á á básnum? hverjum einasta degi Á hverjum degi? já, Ó, ok og fylla á básinn, þú getur ekki sett bara allt inn Nú, nei, básinn er svo lítill, þú vilt ekki bara trúa öllu tökum bara stærri bás já, þá er það bara miklu dýra, þú taka 2 bása okay. þú veist, þannig að Hulda er að fara Ég var ekki alveg búin að hugsa þetta náðu langt nei, hún er að fara hverjum degi og annarkvort taka til í básnum eða fylla á hann Ef við erum hálfa mynd eftir þannig að Erum við komið með allt sem það að gera? nei, og svo Þú náttúrulega talar eins og vitir eitthvað sko ég var að segja þér, ég er búin að fylgjast með Huldu gera þetta Já. ég hef ekki gert þetta, ég farið með henni með kassa Já. En hefur þú einhvern tímann farið og tekka á básnum? nei, Ó, ok Akkur er fúsur ekki bara með þetta í sorpu? já, ég hef Bara gefa ykkur um þetta Gefa stress ykkur á þessu já, Ha? já, Það er auðveldast Já. Það er kallalegast það er kallalegast sko en þetta er bara í alvörinni, þetta er insane vinna að gera þetta Já og það Tíminn er búinn og það er fullt í loppunni bara alltaf Já klöppum fyrir konum þessa land sem Já. að fara í loppuna en ég er ekki að klappa fyrir okkur því að Við erum hryllilegir við hefðum skitið á okkur með þetta Ég sá þetta fyrir mér meira eins og bara einhverja svona bílskússölu sko já, þú ert líka bara kall Já Algjör Já. kall hérna, Drulla. varst þú búin að hugsa hvernig við ætlum að enda þáttinn? Við endum bara svona, við hlustum bara svo lagið Já, og þú veist, við erum búin að segja allt sem við ætlum að segja í dag já, sko það var gaman að vera með þér í dag Já, og hérna, sömuleiðis mér varst Ég er, gaman samt, ég er á svona Hilda Lillendal bömmar eftir þetta allt svona sko vága í alveg, ég skilði einlega vel Shit, hvað þetta var mikið fíblesi maður Já, Og en hann er aðeins skári hann er æskári Herðu, við ætlum að hlusta á Pétur Jónsson, heitir hann ekki? Pétur Jónsson, elsku vinur, takk fyrir þetta fallega lag